sem eru ekki lengur svona í áherslu hjá okkur. Við héldum áfram að sinna erindrekstri og erum að spýta í með það. Það var búið að leggja mikla vinnu í endurnýjun heimasíðunnar og að setja inn efni þannig að skátafélögin eigi að geta nálgast allt sem þau þurfa í rekstri og starfi inn á heimasíðunni. Við héldum flesta okkar föstu viðburði eins og áður. Þið sjáu þarna mjög ítarlegt viðburðaplan og það var bara mjög ánægjulegt að meirihlutinn varð að raunveruleika í okkar starfsáætlun. Það sem að helst vantaði var félagsforingjafundur að hausti sem var haldinn núna eftir áramót og við erum alltaf að leita leiða til þess að efla rekka og rófernetið og við hvetjum rekka og rófarskáta til að nálgast okkur eða ungmennaráð eða starfsráð til þess að koma með hugmyndir af viðburðum fyrir rekka og rófarskáta. Forsetamerkisafhendingin frestaðist líka vegna framkvæmda í Bessastaðakirkju en hún var haldin síðustu helgi þar sem að 16 flottir forsetamerkishafar fengu merki sín. Getið þið staðið upp? Glæsilegt, krakkar. Þið voruð öll hérna á skátaþingi fyrra, þannig við þurfum ekki að ræða það. En stærsti viðburðurinn var auðvitað landsmótið okkar eins og ég sagði frá í gær. Það var stór átak og virkilega flott að sjá hvernig hreyfingin kom saman og reisti nýtt bæjarfélag á Suðurlandi fyrir 2000 til 3000 manns á örfáum dögum. Og ég held að við séum öll sammála að við fundum sterkt í sumar hversu mikilvæg landsmótin eru fyrir starfsemin okkar. Og það að hafa misst út landsmótin í 8 ár, það hafði bara töluvert áhrif á starfið. Þannig að það var virkilega ánægjulegt hvað mótið gekk vel. Getum við fengið að sjá mótstjórn landsmóts? Kolla, Katrín og undir teymin. Getið þið staðið á fætur? Tækniteymið, dagskrárteymið, fjölskyldubúðir, allir sem voru í starfsmanna hluta mótsins, má ég sjá. Glæsilegt. Og má ég líka sjá fararstjórana og sveitaforingjana sem stóðu í pollinum í heila helgi.